Komið þið sæl. Seinni í þættinum ætlum við að kíkja til hennar Völu í Spaksmannsfjörum en hún býr í fallegu og nútímalegu húsi í Akralandi í Garðabæ. En fyrst það rómantíkin í Reykjavík. Við erum komin í heimsókn til Egils Ólafssonar. Jú, þetta myndi vera prólitar svona hverfið í Reykjavík. Hér bjuggu verkamennirnir í gamla daga. Þeir bjuggu hérna norðan megin í hæðinni á meðan að fínna fólki bjó sunnan megin, nær sólinni í meiri hlýindum. Það byggt, það rauninni grunnurinn lagður að því 1904 að mér telst til. Við erum búin að vera hér síðan 1980 í 32 ár. Í fyrstu þá ætluðum við eiginlega að kaupa þetta hús til niðurrifs. Við keyptum þetta hús sem ónýtt. Og hér komum við inn og búum og Tinna fer strax að finna fyrir góðum straumum. Hér eru góðar vættir í hverju horni. Og hér ganga aftur alls konar skemmtilegt fólk, sennilega íbúar hússins, fyrrum íbúar. Hér hafa búið að mér telst held ég, 8 aðilar á undan okkur. Þannig að þetta varð svona einhvern veginn, við fórum að settast betur og betur á þetta. Við bjuggum hér í rauninni í hálfkörðu húsi í fyrstu 10 árin. Að dreym mönnum mikilvægt, það mótar amstur handa. Hér hef ég eiginlega svona, ég löngum, sko, dvel hérna og svona með, þetta er gamalt píanó úr gamla Gútó og hérna sit ég svona og að banka og berja og svo sit ég gjarnan við þetta borð hérna og af því ég var nú að tala það sko að búa í svona gömlu húsi eiginlega nánast eins og lífstíl, sko. Og menn furða sig margir á því af hverju að vera að búa á svona frímerki, sko. Þetta eru svo lítil herbyggja, maður þarf eiginlega að halda höndunum svona niður með hliðum, sko, til þess að reka sig ekki í veggina. Og þú ert farin að ganga svona? Já, ég fann að ganga svona og svo sest ég hér, sko, og hér sit ég löngum stundum fyrir framan autt blaðið þetta og hætti ekki fyrir ég er búinn að setja eitthvað á blaðið, sko, annarkvort músík eða eitthvað. Þetta er ekki alltaf svona fínt, er það? Nei, Tinna, hún hefur tekið til. Hér var stabli og allt í óreiðu, sko, en nú er búið að taka til og ég kannast eiginlega ekkert við mig aftur þetta. Og þó að efinn sæki á í ólgu streif. Við erum dálítið, satt best að segja, dálítið mikið í þessu rými, sko. Já. Það þarf ekki mikið rými oft og ég held nefnilega að það er líka oft gott að vera, sko, það stendur einhvers staðar, sko, að þröngt megi sáttir sitja, en ég held að þetta sé þannig, sko, að þröngt megi ósáttir sitja og sáttir hver ofan á öðrum. Og það gerum við hér. Á einatt fyrir all. En svo þetta fína eldhús, þið settuð upp eldhús þó að það hafi ekki verið hérna í byrjun. Jú, sko, þetta var eldhús, allar götur, já. Og þetta er alveg, sko, og næsta hefð fyrir ofan speglaði alveg þetta sama. Þar var eldhús fyrir ofan og svo var bara kamar út í garði, sko. Það voru kamrar hér, allar götur, sko, fram að stríði, held ég. Í mörgum húsana, sko, ég veit nú ekki þetta hús, en það voru kamrar bara í görðunum og svo kom súkkulaðibíllinn og tæmdi kamrana, það voru kallaði súkkulaðibílar. Nútíminn tuttar með tóman grautarhaus, hjarta það hrímað, því heilinn gengur laus. Ertu duglegur kokkur? Ég get ekki sagt það, en ég er mjög góður svona að líta yfir öxlinn og segja já, gerðu þetta svona, ég er góður, sko, að stjórna. Upp í stól, mamma má ég sjá. Og þið eru með duglega að halda hérna matarboðið, ekki? Jú, svo erum við vorum nú lengi vel svona, það var nú svona og er alltaf, sko, við hittumst alltaf hérna reglulega. Þetta er nú eiginlega bara alveg sniðið fjölskylduna, sko, hún getur
Já, þetta ekki stærri fjölskyldi en svo, sko. Við rúmumst hérna öll, sko. Já. Þá sitjum við þröngt auðvitað og hérna... Hvert ofan á öðru? Já, hvert ofan á öðru, já. Nú hann vetur genginn í garð. Þið eru fagurkerar. Hver fær að stjórna hér? Já, við erum bæði estetíkerar og fagurkerar, sko. Við höfum áskaplega gaman að svona fallegum hlutum. Við erum svona áhuga á myndlist og Tinn náttúrulega alinn upp við myndlist mikið. Og ég fékkst við myndlist töluvert, sko. Ég var alltaf svona teiknandi í svona þegar ég var yngri. Já, er það hingað upp? Nei, alls ekki. Nei, það má ekki. En þú veist það ekki að þú? Ég veit það, ég kæri mikið það, sko. Það er bara fyrir mig, sko. Kíkjum upp. Já, er það ekki? Ef ekki að fara hérna upp. Og hér er nú aldeilis saga. Já, hér eru svona, ég veit ekki, á meðan að við vorum svona duglega að hengja upp svona hluti sem að urðu til, svona spruttu af bæði myndum og því sem við vorum að gera, þá hengdum við þetta upp, sko, maður nú duglegur við það, svo hefur þetta bara verið hérna einhvern veginn. Ég veit það ekki, ég hef oft hugsað af hverju hangir þetta uppi, þetta er einhver svona forneskja, það er ekki ein einasta frum af mér sú sama og var þarna þegar ég var að gera þetta hérna. Þannig að þetta er einhver allt annar maður, sko. Já. Ég kannast ekkert við hann. Er það ekki? Voðalega lítið. En þú lítur nú að bera mikla taugar til í minni. Jú, ég ber taugar til þessa fólk, sko, en ég botna ekkert í því. Þú kannast ekki við þetta fólk. Ég botna ekkert í þessu fólki. Er það alltaf bara uppbygging af því sem þú ert að gera í dag? Já, mest. Mér finnst einhvern veginn það... Og er það alltaf uppáhaldsverkefnið? Já, en þess að ég held að það verður að vera þannig, sko. Maður þarf einhvern veginn að hella sér alveg í það óháð öllu öðru, sko. Og maður er aldrei betri heldur en síðasta verkefni sem maður vinnur. Þú veist að þú ert svo eini sem ert að hugsa svona, því að þegar við hinn sjáum þig út á götu, þá ert þú náttúrulega Egill Ólafsson stuðmaður og með allt á hreinu. Og með alla hókinn af reynslu. Hókinn af reynslu. Rakileg hjörðin aum og smá, heiðirinn rúinn mætti. Á hverjum einasta degi er maður nýr. Og þess vegna á maður að vera óhræddur við að taka upp nýjar skoðanir. Alveg umturna sínum skoðunum, sko. Það er alltaf möguleiki að skipta um skoðun, sko. Helst á maður að skipta um skoðunu jafn oft og maður skiptir um nærbuxur. Já. Sumir skipta aldrei um nærbuxur. Hér erum við komnir alveg upp í ár og þetta var nú hann Þorsteinn Geirharðsson sem hann teiknaði þessa stiga. Og mér fannst þetta vera dálítið góð lausn hjá hann, sko. Hann varð að hafa hann hérna, sko, alveg undir mæninum, sko, til þess að það væri, því þetta er ekki mikil hæð, sko. Nei. Og þá setti hann þessa brú hérna, sko. Og tengdi þetta svona, sko. Þetta er eiginlega bara dálítið skemmtileg lausn. Sko, þetta er líka praktískt að einu leyti, að ég held þetta hafi haldið manni bara í nokkuð góðu formi þessi stigar, sko. Þú verður ekki þurft meira. Maður hljóp þetta alveg upp og niður, sko. Hér var allar götur loft en við settum þessar svalir hérna og þennan kvist, sko. Það var ekki kvistur, sko, og hérna lengi vel þegar ég hafði heilsu í það, sko. Ég held ég hafa hana nú enn, ég vona það. Þá svaf ég hérna stundum úti í hengirúmi, sko. Já. Hérna á milli, batta bara hérna á milli og svaf undir laufkrónunni. Þetta verður alveg allaufgað. Hérna er bara grænt, sko, þegar þú horfir út á sumrin. Og hérna sérðu, sko, trén, þau eru komin háttu fyrir húsið, sko. En þú ert hættur að sofa hérna á... Já, ég er svona ég er nú bara líka tillitssemi við nágrannana, sko. Geturðu hugsað þér að búa í annars konar húsi heldur en timbur? Veistu, ég held bara ekki. Sko, við erum átt okkur á því að timburhús, svona þessari gerð, þau anda. Þau eru stöðugt út í stöðugu sambandi við náttúruna. Ef það er rok úti, þá finnur þú fyrir því. Ef það er nístingskuldi og rok, þá kólna þessi hús. Og auðvitað á það að vera þannig. Í staðinn fyrir að þú ert inn í steinkassa sem er algjörlega einangraður frá umhverfinu,
hreyfist ekki loftið inn í þeim, þú veist ekkert hvernig veðrið er úti. Þú ert ekki í harmóníu við neitt. Maður þarf að vera í harmóníu við náttúruna, sko. Það segja ég. Þú er mjög sannfærandi. Ég er mjög sannfærandi, já. Veturinn er kallinn kaldi, kári snar. Egill, þú varst að gefa út plötu? Já, það er sem sagt núna bara væntanleg plata, já, og við erum búin að klára hana og hún heitir Vetur, svo því einfalda nafni og hún er unnin í samstarfi við afskaplega merkilegan músikant að mínu viti. Hann er finnskur og heitir Matti Kallio. Felur þá landi, drífa. En segðu mér annað, Egill. Þú ert heimsþekktur á Íslandi. Já, Hefur þið aldrei langað til að vera heimsþekktur í útlöndum? Nei, ég held ég sé lokal maður, sko. Ég er svona mjög gaman að hinu smáa og litla og helst, sko, því meira lokalt sem það er og það er jafnvel ekki fyrir útlendinga að skilja það þó þú þýddir það, sko, en það er svo lokalt og það, þú veist, þetta er eins og bara var með okkar músík í Stuðmönnum, sko. Ég meina, það þýddi ekkert að þýða þessa texta, sko, en þeir voru svo lokal, sko, að þeir þýddust ekki, sko. Bara heimahúmor. Þetta var svona heimahúmor, svona lokal hero, sko. Ég sá hann undir fyrir löngu, í miðri Keflavíkur göngu. Hann þótti hest til róttækur og þykir enn. Ætlarðu að deyja í þessu húsi? Auðvitað er erfitt að vera í svona stigum ef maður fer nú að verða fótafúinn, sko, þá myndi ég myndi ekki ná hérna upp, held ég, ef það væri alvöru fótafúi. En ég myndi helst vilja flytja hérðan í timburhús, sko, sem væri þá bara á einni hæð.